Herði, jæja, þá erum við komin núna í kafla 4 og við ætlum að fara yfir hérna dæmi 4.1 og 4.3 og við ætlum að byrja á því að kíkja á þessa kókumjólkina. Sjáu hérna að hérna efst, alltaf þegar maður skoða næringargildi, að þá alltaf efst orka og þið vitið það vantarlega að svo þið getið haldið ykkur hita og þið getið hreyft ykkur anda inn og út og heilinn virkar að þá þurfum orku. Og hvernig fáum við orku? Jú, úr kókumjólk og öðru mat, af því að allur matur inniheldur einhver orku. Eða ekki allur matur, vatn til dæmis inniheldur ekki orku, líkaminn ekki að vinna úr því og fá einhver orku. En hérna sem sagt orka, og hérna stendur að orka í 100 grömmum af kókumjólk eru 209 sem kemur hérna KJ. Og K hérna forskeytið kíló og jóðið það júl sem eining fyrir vinnu og orku. Það bæði fyrir vinnu og líka orku. Síðan kemur hérna líka 49 kcal. Þetta sem sagt kílókaloríur. Og kílókaloríur oft notað fyrir hitaeiningar. Það algengara að fólk noti það svona í daglegu tali, noti hitaeiningar, en einingin fyrir orku. Til dæmis næringargildi og svoleiðis, það júl. Þannig 100 grömmum kókumjólk verður 209.000 júl til þess að hreyfa þig. Ok, hvernig tengist þetta kaflanum okkar? Jú, við byrjum á að fjalla vinnu og förum síðan yfir orku. En málið nefnilega það að ef við erum með okkar klassíska kassa og þú ætlar að tosa í kassan með einhvern krafti, að þá ertu að framkvæma vinnu. Ok? Og eina leiðin til þess að framkvæma vinnu, að það ef þú hefur orku. Þannig að þetta eiginlega svona svipað hlutur, vinna og orka. Þú hefur orku, þá framkvæmur vinnu og það þýðir þú getur tosað hluta, ýtt honum eða lyft honum upp og þá ertu búin að framkvæma vinnu og þá kannski einhver hlutur komin á ferð og þá býr þessi hlutur yfir einhver orku, til dæmis stöðorku eða hreyfiorku eða varmorku. En til dæmis ef ég tek hendunar og ég gerir svona, þá ég að framkvæma vinnu og ég finn að þegar ég bara snerti hérna á lófa minn, að þá finn ég hita. Þannig ég búin að taka orku, sem sagt, ég innbyrði orku, ég drekk mínan kókumjólk, þá bý ég orku, ég framkvæmi vinnu, þar sem ég að beita einhvern krafti núna og það umbreytist yfir í varma orku. Það finn ég hvernig núningurinn milli lófana mína, núningurinn orsakar hita og þá núna varma orka komin í lófa mína. Þannig að orka og vinna, þetta svona skiptast á og svona mjög nántengdir hlutir. Ok. Aftur yfir í kassan. Við viljum alltaf tala meira okkar kassa. Þannig að vinna, eða sem á ensku work, eftirfarandi. Stórt og fallegt tvöfalt F, það vinna. Þetta okkar vinna, eða work, tvöfalt F. Það eðlilega einhver kraftur. Því meiri kraftur, því meiri vinna. Ok, og líka því lengra, við hugsaum á kassinu ofan, því lengra sem ég tosa hana kassa, því lengur sem ég tosa hann, því meiri vinna. Og þá kemur inn delta S, þá kemur þessi þríhyrningur hérna. Og þurfa að rifja upp, ok, þessi delta hérna, þessi þríhyrningur, það því breyting og S hérna staðsetning. Þetta breyting og staðsetningu. Þannig að það þýðir að þetta færsla. Þetta þýðir bara hversu langt fór hluturinn. Þú tosar einhvern hlut 2 metra, þá delta S 2 metrar. Flóknasti parturinn við þetta þessi hérna, cosinus af þeta. Það hérna, cosinus þetta bara reikniaðgerð í reiknilinn ykkar. En þetta þeta horn og
þetta sem sagt horn á milli stefnu kraftsins og stefnu hreyfingarinnar. Ég skal útskýra betur hvað þetta þýðir eiginlega. Sem sagt, ok, við að tosa í þessa átt. Hvert hreyfist hluturinn? Hluturinn hreyfist líka í sömu átt. Þannig hérna segi ég að kraftur og hreyfing í sömu átt. Það þýðir, þar af leiðandi, þeta 0 gráður. Ok? Segjum, þetta eitt dæmi. Segjum að ég sé að tosa hérna á ská. Þetta F. Hérna eitthvað, hérna eru 30 gráður. Og kassinn hreyfist svona. Sorry. Svona. Þannig að, enn og aftur, hérna kassi, það verið að tosa í svona ská upp. Og það verið að tosa svona 30 gráður ská. En kassin hreyfist svona, hreyfist beint til hliðar. Þannig að okkar þeta hérna í þessu dæmi 30 gráður. Af því það 30 gráður munur því hvert kassin hreyfist og hvert krafturinn bendir, í hvað átt krafturinn Það þetta hérna horn sem þetta þeta í þessari hérna jöfnu. Þannig að þetta eina sem við þurfum til þess að vinna orku. Það kraftur, hversu langt hluturinn tosaður og hver munurinn á stefnu kraftsins og stefnu hreyfingarinnar. Ok? Þannig að ef við kíkjum inn í kaflann okkar og kíkjum inn á fyrsta dæmið, að þá þetta sem sagt 3 menn að ýta í kassa og við sjáum hérna að F Maggi, það sem Maggi, hann að ýta með einhverjum krafti 20 newtonum, hann að ýta í beint til hægri, Tóti að ýta beint niður og Jónas að ýta hérna hinum megin frá. Nema það kassinn, hann hreyfist í þessa átt. Kassinn fer hingað til hægri, fyrir til hægri 4 metra. Þannig að ég fer hérna í A-lið og ég á að finna hversu miklu vinnu framkvæmdi Maggi. Það að segja hvað Vaff Maggi. Þá get ég sagt Vaff Maggi sama og F Maggi, krafturinn sem Maggi beitir, sinnum hversu langt fór hluturinn, sinnum kósinus af þessu horni. Ok, þá get ég bara skrifa hérna F Maggi, það 20 newton, ég fæ það hérna úr þessu. Delta S 4, ég fæ það úr þessu hérna, því kassin færist 4 metra áfram. Og hornið 0 gráður, af því að kassin að fara í þessa átt, krafturinn líka fara í þessa átt. Þannig að munurinn á þessu tvennu 0 gráður. Ok, Jónas, hvað hann að framkoma mikla vinnu? Maður sjá, það bara F Jónas sinnum delta S sinnum cos af horninu. Jónas 10, það krafturinn hans. Vegalengdin 4, því að kassin fyrir 4 metra. En núna þurfum við að pæla þess í þessu hérna horni. Ok, kassin fer í þess átt. Krafturinn fer í þess átt. Þannig að þeir fara algjörlega gagnstæðar áttir. Og munurinn af því að fara beint til hægri og beint til vinstri 180 gráður. Sjáu það, það 180 gráður milli þessa stefnu og þessar stefnu. Þetta 180 gráður. Þá setjum við hérna 180 gráður. Og ég get líka spáð í þessu. Jónas að vinna á móti hreyfingunni.
kassin að fara til hægri en Jónas er að ýta á móti. Og það sem mun gerast þegar maður reiknar út úr þessu er að þið fáið mínustölu. Þannig að vinnan sem Jónas er að gera er mínus. Hann er að vinna gegn hreyfingunni og þá er hann mínustala. Og kósinus af 180 gráðum er einmitt -1. Kósinus af 0 gráðum, það er bara 1. Þannig að Maggi er að framkvæma plúsvinnu, Jónas er að framkvæma mínusvinnu. En þá getur líka spáðið í hvað verður með Tóta. Er Tóti að framkvæma einhverja vinnu? Af því að kassin er að fara í þessa átt. Tóti er ekki að gera neitt. Hann er hvorki að ýta kassinum áfram, né að ýta honum aftur á bak. Og þar af leiðandi mun Tóti ekki framkvæma neina vinnu. Og hvernig fær maður það eiginlega út með Tóta? Jú, af því að með Tóta þá fáum við kraftur sinnum delta S sinnum kósinus af horninu og þetta horn verður 90 gráður. Og giskiði hvað er kósinus á 90 gráðum? Jú, það er 0. Þannig að Tóti, hann framkvæmir 0 vinnu af því hann er að vinna þvert á hreyfinguna sem hluturinn fyrir. Ég geti ímyndað ykkur það að, þetta er eins og ef bíllinn ykkur fastur í snjó og það sem gerist er að flestir fara fyrir aftan bílinn, reyna að ýta honum áfram. Þeir eru þá að framkvæma jákvæða vinnu, eru að ýta bílnum áfram. Ef einhver væri síðan hinum inn á bílnum á húddinu að ýta á móti, þá er hann að framkvæma mínusvinnu. En síðan kemur einhver kjáni og fer að ýtir á hliðina, hurðina á bílnum og þá er hann ekki að gera neitt. Þú veist, ef þið ímyndu ykkur þetta að einhver sé að ýta á bílhurðina og allir að ýta aftan á hurðina og ýta aftan á bílinn og einhver ýtir hliðina á bílnum og þá sá að gera ekki neitt. Herðu, já, ég var sérst að taka fyrir sýndæmi og þetta er allt saman hérna á næstu blaðsíðu. En við munum gera það en núna förum við yfir í verkefnin. Þannig að verkefni 1, það er einfalt, það er bara spurt hvað er delta S, hvað er F og hvað er þeta. Þannig að við erum með hlut sem er 5 kíló, fellir niður 2 metra í frjálsu falli. Frjálsu falli. Þannig að hérna er hluturinn okkar. Það er verið að tosi hann hérna niður við okkar F eða FG og við hefum FG er massi sinnum gravity og þá getum við reiknað úr þessu að því við vitum að kassin er 5 kíló, G er alltaf 9,8 þannig getum við reiknað hérna út F-ið. Delta S-ið, það er hérna gefið, hann fer 2 metra, F er reiknað út, en þeta, hvað er þeta? Spáum aðeins í þessu, hérna er kassin, í hvað átt stefnir krafturinn? Krafturinn stefnir beint niður og hvert stefnir hreyfingin? Hvernig hreyfist hluturinn? Það fer beint niður líka, það ekki? Þannig að krafturinn og hreyfingin er í sömu stefnu og það þýðir að okkar þeta er 0 gráður. Ok, síðan bara spurt hver er vinnan sem er framkvæmd, þá bara setið inn í jöfnunni sem vorum að gera þann. Munið alltaf eftir einingunni. Öll svör ætti að enda með einingu sem er hérna stórt jóð. Þetta er stórt jóð, ekki lítið jóð. Herði, hérna er kraftur sem verkar á ská, 20 Newton. Sjáum hann hérna á myndinni. Kassin færist alltaf 3 metra til hægri í þessum liðum A, B og C lið. Hann fyrir alltaf 3 metra til hægri, þannig við vitum bara delta S er bara 3 metrar. Þetta er bara alltaf tilfelli í öllum dæmum A, B og C. Ok, og við vitum líka að út af þessu hérna að þá er F-ið alltaf 20 Newton. Því eina sem er að breytast í þessu A og B og C lið er hornið. Það er að segja hvernig þessi kraftur verkar. Í A-lið er hann svona 30 gráður, þá er hornið 30 gráður, hann verkar svona 30 gráður skrá. Í B-lið er hornið 90 gráður, þá verkar krafturinn beint niður. Í C-lið er hornið 150 gráður, að þá verkar krafturinn einhvern veginn svona. En muniði, kassin fyrir alltaf til hægri. Þannig að þessi hérna kraftur í A-lið, hann er jákvæð vinna. Þessi hérna kraftur,
sá sem íti beint niður, hann ekki framkvæma neina vinnu, þá ætti að fá út 0. Þessi hérna kraftur sem að íta hérna 150 gráður, hann að vinna móti hreyfingunni og hann framkvæmur þá mínusvinnu. Þannig að við erum bara að vinna með mismunandi horn. Erfiðasta dæmið þessu hér er 4-3. Þá erum við með okkar trukk og ég að sjálfsögðu held mig við kassa minn. Hann er 12 tonna trukkur. Þið verðið að muna breyta því yfir í kíló. Hann er 2 ára jöfnu hraða, það er undirstrikað. Og af hverju það undirstrikað? Jú, af því að ef að sá sem togar hérna í kraftinn, þá veit ég að núningskrafturinn er sá sami af því að hann er á jöfnu hraða. Jafn hraði þýðir að kraftur til hægri, jafn stór kraftur til vinstri. Ég get sagt að þetta hérna þýðir að F-tog er sama á F0. Ok. Nú, reipið er lárétt, núningsstöðull milli dekkja og vegurins er 0,3. Þetta er þetta múi. Þetta skrýtna Ö, 0,3. Og síðan hérna trukkurinn fyrir áfram 0,01 km. Þannig hérna er ég bara að vera leiðilegur, af því að eðlilega myndi maður skrifa 10 metrar, en ég er bara að fá ykkur hérna til þess að átta ykkur á því að ég má ekki nota kílómetra, ég verð að nota metra. Þannig að ég þarf að taka hérna tölu og breyta þessu yfir í metra. Ok, hversu miklu vinnu framkvæmir maðurinn á trukknum? Þannig að þetta er vinnan. Það er krafturinn, þannig við getum sagt að þetta er vinna sem maður framkvæmir. Það er krafturinn frá manninum, sinnum hversu langt tóksaðan hlutinn, sinnum kósinus af þessu hérna. Ok, delta S er gefið, það er þessi hérna veglengd í metrum. Hornið, munið, þetta er bara í hvað átt er krafturinn að stefna, í hvað átt er hluturinn að stefna. Ok, hérna er krafturinn í manninum. Ég kalla hann hérna F-tog. Þetta er F-maður, já. Þannig að það er verið að tósa í þess átt og trukkurinn er líka að hreyfast í þess átt. Þannig að þá ættu að vita hvað hornið er. F-maður, það er þetta F-tog. Ég ætla bara að skrifa hérna maður. Þetta sé ekki hvað er auglýslegt. Þannig að til þess að finna F-maður, þá þurfa að finna F-nún. Og þá þurfa að rifja upp, okay, hvernig finn ég eftir F-nún, hvað er reglan á bak við það. Og að því er góðu skap, ég ætla bara að gefa ykkur það hérna. F-nún er bara núningsstöðullinn sinnum F-þver. Þetta meikar sens, eða ekki? Núningskraftur, hversu erfitt er að tósa hlut fyrir eftir gripinu milli hlutana. Er þetta sandpapír ofan á sandpapír eða er þetta klaki ofan á klaka? Það er núningsstöðullinn. F-þver er sem hversu fast er þessi hlutur að þrýstast saman. Og þá getur við fengið F-nún. Allt á silfurfati. Herri, gjörðu svo vel, njótið.